Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín, fjölbreyttan þátt okkar Víkurfrétta hér á INN og á wff.is. Við komum víða við en hefjum leikinn í sjávarútvegi og einni af stærstu verstöðum landsins, Grindavík. Erling Kári hefur verið á netaveiðum síðustu mánuði og gengið vel. Við hittum erlingsmenn á kajanum við Löndun. Mjög samheldinn hópur og skemmtilega hóp, góður mórall og fínt að vera bara út að sjó í kreppinu, það má laus við alls saman. Eins og í síðasta þætti tókum við púlsinn á pólitíkinni og nú beinum við sjónum okkar að Ragnheiði Elínu Árnadóttur, ungri Keflavíkurmær sem stefnir á toppinn í Suðurkjördæmi hjá Sjálfstæðisflokknum. En ég held bara að fólk sjái á þessu stutta tíma sem að þessir flokkar eru við stjórnvölinn hvað það hafði með okkur í ríkisstjórn og vilji fá það aftur. Og þá yfir til Sandgerðis. 3 meðlimir hljómsveitarinnar Klassart eru systkin og þau komust í sviðsljósi þegar þau unnu djaslagakeppni Rásar 2. Þau eru að gefa út plötu númer 2 í sumar og við kíktum í stúdíó með þeim og fáum að heyra hljóðpröfu. Leikfélag Keflavíkur hefur gert það gott með metnaðarfullum verkum undanfarin ár. Nú ætla félagið að frumsýna hryllingssöngleik föstudaginn 13. mars. Úps. En þá yfir í sportið og byrjum á skemmtilegri hlið. Hún Sigga er engin venjuleg Sigga. Hún hefur þannig rattböndin á leikjum Grindavíkur í körfubolta frá aldaöðli. En nú hefur hún flutt úr bænum. Hvað gerist þá? Ég verð aldrei neitt annað en Grindvíkingur, aldrei neitt annað. Ég ætla aldrei að skipta um lið. Síðustu helgi mættu yfir 800 börn á samkvæmsmóti í körfubolta í Reykjanesbæ. Þetta er stærsta körfuboltamót sem haldið er í yngri flokkum hér á landi. Skipverjarnir á Erling Kári segjast fegnir að heyra ekki krepputalið á miðunum enda nokk sama þegar kaupið er hátt. Þeir hafa verið með yfir 1 milljón á mánuði í allan vetur og brostu sínu breiðasta þegar við hittum þá við Löndun í Grindavíkurhöfn. Erling Kári hóf þorskveiðar síðastliðið haust með ágætum árangri en áramótin var skipt yfir í Ufsann vegna sölutregðu á þeim gula. Það var létt yfir erlingsmönnum á kajanum í Grindavík þegar við hittum þá við Löndun í blíðunni. Já, hvernig er þetta búið að vera í vetur? Þetta er bara búið nokkuð gott. Búin að vera að einbeita okkur aðalega Ufsannum. Svo fórum byrjum í september og erum búin að vera eingöngu í Ufsann nema þá í janúar og voru í þorski. Er það út af sölutregðu? Já, það má alveg segja það. Og líka bara vegna lítilla veiðiheimilda í þorski. Vera að lengja fiskveiðárið. Hvar eru það að ná í þennan fisk? Núna erum við bara hérna á milli lands og eyja. Hérna rétt vestan við Surtsey. Við verðum þar núna í febrúar. Og bara hörku veiði? Já, þetta verður ágætis nudd. Það er svona 20-30 tonn á dag. Já, ég heyrði nú hérna í strákunum þínum hérna í kreppunni að verði nú með bara helviti fínt mánaðarkaup. Já, þetta er allt í lagi svona, en það er líka mikið fyrir haft. Hvernig veðrið búið að vera ákveðið vetur? Það er bara verið fínt. Við hefum ekki lendið neinu frátöfum vegna veðurs. Það verður bara með einnig góðu vetur. Og hvað verði fram á vor? Er það að klára kvotan? Er það þorskattur líka? Já, það er nú svona bjartara framöndan í þorskinu. Við erum sennilega að fara að selja eitthvað fiski og förum í þorski eitthvað eftir næstu viku örugglega. Og við svona stefnum að reyna að róa eitthvað í maí líka. Hvernig kemur kreppan við sjómenn? Við finnum alveg vel fyrir því. Þegar við byrjum að róa núna í haust, þá vorum við að veiða 3 tonn af ufsa fyrir 1 tonn af þorski. Núna hefur þorskurinn lækkað svo rosalega verðið að við veiðum 1,5 tonn af ufsa út 1 tonn af þorski. Það hefur lækkað næstu helming. Hvernig er svona stemmingin borð í ástandinu, þetta samhundurhópur? Já, þetta er mjög samheldinn hópur og skemmtilega hóp, góður mórall og fínt að vera bara út að sjó í kreppinu, það má laus við alls saman. Sjáum við ekki sjónvarpið með öllum leiðilegu fréttunum? Nei, við náum ekki sjónvarpið en einum, það helst ég næ í útvarpinu, þeir ekki. Þetta er bara fínt. Sjálfstæðismenn geta brotið blað í pólitíkinni ef þeir kjósa unga konu í efsta sætið í prófkjöri þeirra í Suðurkjördæmi. Keflavíkurmærin Ragnheiður Elín Árnadóttir er á heimleið eftir stutta dvöl í Garðabænum. Hún er fædd og uppalin í Bítlabænum, er rétt rúmlega 40 og lauk BA-prófi í stjórnmálafræði frá Háskóla Íslands og bættu svo við MS-prófi í alþjóðasamskiptum í Bandaríkjunum. Hún var aðstofamaður Geirs H. Haarde í 3 ráðherraembættum hans frá 1998 til 2005.
Ragnheiður hefur gegnt ýmsum trúnaðarstörfum í pólitíkinni eftir að hafa verið kosin á þing 2007 og meðal annars formaður Íslandsdeildar NATO-þings. En hvað fekk hana til að snúa úr Garðabænum í Suðvesturkjördæmi yfir í gamla heimabæinn? Ég búin að vera alþingismaður fyrir Suðvesturkjördæmi núna í tæp 2 ár og var svo sem ekkert á leiðin að færa mig eitt eða neitt þegar síminn byrjaði að hringja, svo má segja. Þannig ég fór að hugsa þetta mál. Vegna þess að þetta snýst ekki bara að taka ákvörðun svona á stjórnmálaforsendum, heldur þetta líka mjög persónulega ákvörðun. Við hjónin settust yfir það vegna þess að ég tel það vera algjört frumskilyrði að við þá flytjum hingað inn í kjördæmið og þá komum hingað heim til Keflavíkur, heim í Reykjanesbæ. Og þegar við vorum búin að gera það upp við okkur sem að tók ótrúlega skamman tíma vegna þess að þegar til kom og við stóðum frammi fyrir þessu vali þá var það mjög auðvelt. Þannig að það má segja að ég sé að snúa aftur á heimaslóðir og ég er alveg ótrúlega ánægð með þessa ákvörðun vegna þess að ég finn að hún var tekin með hjartanu. Hvað það helsta sem að þig langar að byrja styrri? Mér langar til að koma aftur á von og bjartsýni í þetta samfélag. Við höfum fullt af tækifærum og sérstaklega hérna í þessu kjördæmi. Þetta suðurkjördæmi er heilt kista af tækifærum, atvinnutækifærum. Við þurfum að leggja áherslu á atvinnumálin vegna þess að þetta er svona sitt hvort hliðin á sama peningnum. Til þess að við getum endurreist samfélagið og til þess að við getum tryggt hag heimilanna og fyrirtækjana þá þurfum við að nýta þau tækifæri sem við höfum. Og Suðurnesjamenn ef einhverjir hafa sýnt það og sannað, til dæmis með þeim aðstæðum sem sköpuðust þegar herinn fór, að þeir eru manna bestir í að taka stöðu sem virkar vonlaus og snúa henni öllum í hag. Og ég vil færa þessa hugmyndafræði yfir á þann vanda sem við erum núna við að glíma og gefa okkur öllum kost á því að byggja hér upp til framtíðar og nýta tækifærin. Ef þú myndir nefna svona nokkur tækifæri svona sem að þú vilt nýta í kreppunni? Það er náttúrulega hér á þessu svæði blasir við að Helguvíkurverkefnið væri mikil lyftistöng fyrir þetta svæði og við sjálfstæðismenn erum mjög einarðir á bak við þá ákvörðun og það verkefni allt saman og við munum öll taka höndur saman að reyna að koma því áfram. En það er ekki bara stóriðjan sem er hérna, ferðaþjónustan, mennta tækifærin upp á Keflavíkurflugvelli sem eru í bígerð, kísilverksmiðja, gagnaver, öll þessi atvinnutækifæri liggja hérna við fótsporuna og við þurfum ég vil leggja mitt af mörkum til þess að vinna með sveitarstjórnarmönnunum hér á Suðurnesjunum en einnig víða í kjördæminu. Það eru tækifæri sem felast í virkjun orkunnar í neðri Þjórsá, bæði í Ölfusunni og út um allt kjördæmi. Sjávarútvegurinn er náttúrulega sterkur víða í þessu kjördæmi. Þetta er allt hlutir sem við getum sett innspýtingu í og búið til verðmæti. Það snýst þetta. Hvaða tilfinningu hefur fyrir því að þið komist aftur í ríkisstjórn á kannski bara alveg að hvíla sjálfstæðismenn núna í nokkur ár? Ég held að sé mjög mikilvægt einmitt að hvíla ekki sjálfstæðisflokki núna. Við sjáum það bara á þessum tillögum eins og ég var að ræða áðan sem er að koma frá þeim núna að það skiptir sköpum hverjir eru hér við stjórnvölinn þegar endurreisnin fer fram og hvernig við náum að koma okkur aftur á lappirnar. En ég held bara að fólk sjáu á þessu stutta tíma sem að þessir flokkar eru við stjórnvölinn hvað það hafði með okkur í ríkisstjórn og vilji fá það aftur. Hvaða viðbrögð hefur verið að fá í þessu víðfeðma kjördæmi? Er ekki svolítið erfitt að vera í svona stóru og miklu og mörgulítið ólíku kjördæmi svona innan? Jú, þetta er náttúrulega mikil viðbrigði fyrir mig sem að kemur kjördæmi sem ég get keyrt tekur kannski 60 mínútur að keyra allt kjördæmi og núna er þetta 500 kilometrar á milli Garðskaga og Hafnar í Hornafirði. Nú stefnum við að því að halda okkar 4 mönnum að minnsta kosti í kosningunum að vonandi velst sem breiðastur listi breiðasta samsetningin á listan þannig að hvert svæði kjördæmisins, þessa stóra flotta víðfeðma kjördæmis sé með fulltrúa á listanum þannig að við getum svolítið verið að deila okkur niður en svo lagt þungan saman sameiginlega þegar það á við. Það að kjósa mig í fyrsta sætið er möguleiki fyrir Suðurnesjamenn til þess að koma sínum manni í fyrsta sætið eins og þú segir og ég er tilbúin að taka við ráðherraembætti komist Sjálfstæðisflokkurinn til valda eftir kosningar
og ég tel að það yrði erfitt að ganga fram hjá mér hvað það varðar ef að okkur tekst ætlunarverkið að vinna góðan sigur hér í þessu kjördæmi sem ég ætla mér umfram allt í kosningunum fái ég til þess umboð ykkar. Það ekki langt við komum aftur eftir skammastund og nokkrar auglýsingar. Eftirspurn eftir dagvistun barna hefur minnkað í Reykjanesbæ samhliða auknu atvinnuleysi í kjölfar bankahrunsins í haust. Atvinnulausir foreldrar kjósa fremur að hafa börnin heima vegna kostnaðar. Dagforeldrum hefur á þessum sökum fækkað 5 frá október fram í febrúar. Einnig hafa foreldrar í einhverjum tilvikum tekið börn sína af leikskólum. Þá hefur ásókn í frístundaskólan minnkað talsvert. Árni Sigfússon bæjarstjóri í Reykjanesbæ gat þess á bæjarstjórnarfundi nýlega að fjárhagsaðstoð í bæjarfélaginu hefði tvöfaldast á tímabilinu. Þá hafa húsaleigubætur fjórfaldast á sama tíma. Til að mæta breyttum aðstæðum foreldra sem kjósa að taka börn sín úr dagvistun hefur bæjarfélagið meðal annars opnað nýjan innileikjagarð á Vallarheiði. Í kvöldfréttum Stöðvar 2 í vikunni var sagt frá þeirri ákvörðun sveitarstjórnar Ölfuss að neita Landsneti að leggja háspennulínur frá Hellisheiðarvirkjun í gegnum land Ölfuss til Suðurnesja. Kjartan Ólafsson þingmaður úr Ölfussi hefur haft frumkvæði að því að koma á viðræðum milli sveitarfélaganna og átt samtöl bæði við bæjarstjóra Reykjanesbæjar og sveitarstjóra í Ölfussi í þeirri von að það finnist flötur á málinu sem bæði sveitarfélögin geta verið sátt við. Prófkjör Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi gekk vel, en það var fyrsta prófkjöri sem framfer á netinu. Hjá Suðurnesjamönnum gekk Oddnýju Harðardóttur bæjarstjóra í Garði mjög vel, en hún endaði í öðru sæti á eftir Björgvini G. Sigurðssyni fráfarandi viðskiptaráðherra. Hjá Framsókn Suðurnesjaframbjóðandinn Birgir Þórarinsson í 3. sæti og Bergur Sigurðsson 3. hjá Vinstri grænum. Sandgerðingurinn Grétar Mar Jónsson leiðir lista frjálslyndra fyrir næstkomandi kosningar. Prófkjör sjálfstæðismanna í Suðurkjördæmi fer fram helgina og þar berst Suðurnesjakonan Ragnheiður Elín Árnadóttir efsta sætið við Árna Jónsson. Tímamót urðu hjá háskólanum Keili á Vallarheiði þegar fyrsti flugneminn lauk sólóprófi sínu, en sem kunnugt þá býður skólinn upp á flugnám á splunkunýjum eðalvélum. Það urðu líka tímamót í Grindavík þegar tekinn var í notkun nýr og glæsilegur slökkvibíll með öllum helstu græjum. Við þetta sama tækifæri gaf félag slökkviliðsmanna í Grindavík bæjarfélaginu manna- og tækjabíl sem fékkst gefins í Þýskalandi. Fjölmargir nýta sér daglega þjónustu virkjunar Mannauðs á Reykjanesi sem rekin í 1600 fermetra húsnæði þróunarfélags Keflavíkurflugvallar á Vallarheiði. Námskeið og fyrirlestrar eru daglegt brauð í virkjun. Undanfarnar 3 vikur hafa verið hugmyndafundir í virkjun undir heitinu Hugmyndir vantar fólk. Þátttaka hefur verið góð en á fundunum eru dregnar fram áhugaverðar og atvinnuskapandi hugmyndir og þeim komið í réttan farveg. Nú hægt að fá klippingu og rakstur í gömlu herstöðin á Keflavíkurflugvelli, en þar hefur nú verið opnuð fyrsta hársnyrtistofan síðan varnarliðið fór. Hefðbundnar hermannaklippingar heyra sögunni til, en nýjustu straumar verða ávallt í boði. Hjálmar Árnason, skólamaður hjá Keili, og Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, voru fyrstu viðskiptavinir stofunnar sem í verslunarkjarna Háskólaþorpsins. Músíkin dunar á Suðurnesjum. Þau hófu ferilinn hjá Rúnari Júl heitnum í Geimsteini en koma úr Sandgerði og eru þekkt fyrir skemmtilega tónlist. Þau heita Klassart og við hittum þau í stúdíói. Þetta plata númer 2 hjá okkur og við erum búin að vinna hana núna í vetur. Það 3 dagar sem við tókum hann upp í janúar. Það þessi Klassart feelingur á plötunni sko, sem alveg skín í gegn. Þannig þetta platan öll tilbúin sko, og við tökum hann upp og þannig hún miklu heilstiftari og allt í kringum hann miklu heilstiftara sko. Aðrar hendur annað hús, önnur orð og aðrar ástir. Og ég var bara, þetta gerast alltaf rætt maður, þetta ekki tilbúið fyrir sko. Þetta getur ekki verið gott. Þetta getur ekki verið gott sko. Síðan ég hlustaði ekki á þetta einhverja nokkra daga sko, því ég þorði ekki sko. Síðan lét ég þetta rúla sko, þá var bara að fatta maður að þetta miklu betra sko. Og maður næri yfir því besta út úr hljóðfæraleikurum þegar maður vinnur þetta svona, vegna þess að þeir fá að segja meira verkið. Tjáning. Meðgangum byrjaði bara leið og hinn platan kláraði sko, þá fór maður að semja
fyrir þessa plötu sko. Það komin alveg 2 ár, komin 2007. Síðan byrjuðum við á fullt sko, í desember að huglega fara að gefa þetta út og síðan, þetta búið að vera svona, tók þetta upp í janúar. Svo kemur janúar og þá búið að taka þetta upp, þá fyrir að laga textana til. Það oft svona mjög erfitt hluti að fá textana maður sé alveg sáttur við þá. Þannig að það tekur smá tíma frá því að svona, textarnir eru komnir hingað þegar búið að syngja og heyra þá og við þurfum aðeins að laga þá og þá tekur smá ekstra þegar maður fyrir fram við meðgönguna sko. Og svo kemur þetta bara. Svo er líka eitt lag á plötunni sem komst ekki inn á hina plötuna sem verður á þessari plötu. Það gott eða vont? Gaman. Það gott, það Ég skil nú ekki að þetta komst ekki inn á fyrir plötuna. Já, sko... Og ég held að þú hefði ekki viljað það sko. En það náttúrulega líka sko, höfum við fengið gott fólk með okkur í textagerðina sko, svo ég hef nú von á því að textarnir verði algjörlega framúrskarandi á þessari plötu. Það er öskandi. Hver eru textarnir? Ég fékk vinkonu mína Vigdísi Grímsdóttir. Æðisleg, algjör gullmáli. Hún tekur allavega 3 texta. Ég snýri aðeins upp á hendina á Braga Valdimari, Baldalum. Já. Ég er ennþá með hann. Takið. Pín út úr hún 2 texta. Og síðan semur Fríða restina. Hjálp frá íslenska fræðingi. Nánum vinum mínum. Leikfélag Keflavíkur er eitt af elstu leikfélögum landsins. Nú fer það nýja leið og frumsýnir hryllingssöngleik í Frumleikhúsinu í Keflavík. Leikfélagið hefur verið þekktast fyrir frábærar revíur en einnig tekist vel til í öðrum verkum. Nú er farin ný leið með hryllingssöngleiknum Hinn illa dauðu eða Evil Dead. Leikstjóri er Guðmundur Þorvaldsson og tónlistarstjórn er í höndum Júlíusar Guðmundssonar. Söngleikurinn hefur verið settur upp víða heim við miklar vinsældir. Sýnum honum hvernig að líkin okkar rofna. Gerum við svo íra það? Ekki orðum við fætta tán. Það er sæmarokk. Það er bara fyrir lifandi flokk. Þetta er byggt á myndunum Evil Dead 1, 2 og 3 og þetta er svona hryllingssöngleikur og þetta fjallar ungt fólk sem fer í sumarbústað og svo fara að gerast alls svakalega hryllilegir atburðir þar. Þetta er samt eitthvað öðruvísi sumarbústaðferð heldur en í síðasta verki sem þið settu á svið? Jú, allt öðruvísi. Þetta er enda grín líka, það er grín og það er alvara og það er hryllingur og það er mikill söngur, dans, þetta er ofsalega skemmtileg sýning. Þetta er eiginlega svona tímamóta sýning hérna hjá okkur því að félagar í leikfélaginu þeir tóku sér til og þýddu verkið og staðferðu og svo var Guðmundur fengið til að leikstýra, frábær leikstjóri, þetta er frábær hópur, við erum bæðið með nýja leikara og gamalreynda leikara, söngvara, dansara, þetta er bara magnað, ofsalega skemmtilegt. Hvernig gengur að fá fólk í dag til að starfa í leikfélagi? Það gengur vel. Við höfum alltaf getað státað á flottu fólki og okkur hefur gengið vel að fá fólk til þessu okkur. Hvort sem við erum að setja upp unglingasýningu, barnaleikrit eða svona fullorðinsverk. Við höfum alltaf haft fullt af fólki og það er alltaf að bætast við, frábært fólk. Og það er mikill söngur í þessu verki? Já, það er mikill söngur, ofsalega skemmtilega. Má eiginlega líka þessum lögum við lögin úr sönglögnum Rocky Horror. Þetta er svona ofsalega skemmtilegu, fjörug og það er mikill dans eins og ég sagði áðan. Við fengum danssöng til að koma hérna með okkur. Og eiginlega, annað þriðja sinn sem við gerum það og spila mikil hlutverk, ofsalega skemmtileg, svona lifandi og ljósin alveg mögnuð, fengum flotta ljósamenn og þetta er alveg, hvað vil ég segja, sýning sem enginn má láta fram hjá sig fara, frekar næra sýningar sem leikfélagið setur á svið. Sigríður Guðlaugsdóttir eða Sigga hefur þannig röddina á áhorfendapöllunum í Íþróttahúsi Grindavíkur svo lengi sem menn muna. Núna er þessi fræga rödd að flytja úr Grindavík. Hún er landsþekkt og vekur athygli þegar hún þenur röddina í Íþróttahúsinu í Grindavík. Sigga er með munnin fyrir neðan nefið. Hún hefur fylgt karlaliði bæjarins í gegnum súrt og sætt í mörg ár í körfuboltanum. Hún segist ekki muna hve lengi, en nú er hún flutt úr bænum í Kratabæinn Hafnarfjörð því Birgir eiginmaður hennar fékk þetta fína jobb í Reykjavík. Hvernig finnst þið nú karfan búin að vera í vetur? Sko, fyrst og fremst er ég mjög ósátt við skyldum losa okkur við Kanarnir því þar erum við að fá peningar inn og þetta er allt öðruvísi leikur að horfa á en
áttu við með því? Það bara verður skemmtilega. Við fáum inn fyrir fólksemill og það meira verið að ræða þá. Við gaggrínum ekki eins íslensku leikmenninu okkar eins og við erum að gaggrínum þá. Við ætlustum til þess að þeir geri betur af því þeir eru atvinnumennir. Og ég ekkert, þetta ekki búið að vera neitt rosalega gaman í vetur, en svona káringarnir að vinna allt, en við unnum það samt daginn. Það var náttúrulega, þú varst í miklu stuði þá? Mjög, svo langt sér ég mist mér svona. Ertu búin að vera jafn dugleg í vetur og undanfarin ára að sækja leikina? Já, ég náttúrulega reyna, ég minka að fara á stelpuleikina en reyndan á því nú ég flutt úr Grindavíkina þannig að hefur minkað, það 1 og 1 leikur sem ég fer ekki á. En núna það sem eftir nú mæti ég alla leiki, af því nú úrslitakeppnin að byrja. Við erum að tala um einhverja frétt hérna, ertu flutt úr Grindavík, hvað þýðir það? Hættur að sækja leikina á næsta ári? Nei. Þetta nú búið að vera ansi kröftut og fínt hérna í gegnum árin hjá Grindvíkingum í körfunni, bæði í karla og kvenna. Já, samt erum við, það sko 97 erum við síðast Íslandsmeistarar og það núna í vor þegar við vorum á úrslitakeppnin á lokahófinu, þá sagði ég að komin 11 ár síðan og ég er orðin svolítið þreytt. Ef ég á þar að segja aftur lokahófinu í vor 12 ár. Ég er orðin svolítið þreytt á þessu. Ef þú myndir nú rifja upp svona eitthvað skemmtilegt, hvað svona eftirminnilegast frá því að þegar þú varst hérna gargandi hérna fyrir framan áhörfendum, stýrandi mörg hundurum manns hérna? Eftirminnilegasti leikurinn minn þegar við vorum 20 stigum undir í hálfleik á móti Keflavík, inn í Keflavík, ég man ekki hvað árið það var og það voru 3 eða 4 mínútur eftir og þá vorum við 10 stigum undir og við unnum leikinn með 9 stigum. Þetta er stórkostið leikur sem ég farið og það var í Keflavík og Gaui Skúla þarna á kantinum. Þú myndir nefna 1-2 leikmenn svona, á þessum tíma sem þú hefur verið að fylgjast með. Hver eru svona eftirminnilegustu, skemmtilegustu, bestu? Það eru Axel Nikolásson og Sigingundar og svo fannst mér hann alveg rosalega skemmtilegur hann Albert í Keflavík. Mér finnst alltaf svolítið gaman að þeim og mér finnst alltaf skemmtilegt að spila við þá, Keflavík. Hver finnst þér hafa verið besti Grindvíkingurinn svona all time, ef maður slettum aðeins hérna? Já, hann alltaf Guðmundur Bragason alltaf var bestur alltaf. Einn dag þá held ég, það ekki Palli? Svo náttúrulega, veit ég ekki, það þarna einn að koma upp þarna, nei. Svona þinn? Já, ég var son sem er reynd að ræfa með þeim, en þannig að maður sér hvað gerist. Þú er eitthvað lagt vel í hann er 2 metrar? Já, hann er það. Þannig að hann verður kannski tryggingin fyrir því að þú komir úr Hafnarfirði og haldir áfram að hvetja Grindvíkinga. Ég verð aldrei neitt annað en Grindvíkingur, aldrei neitt annað. Ég ætla aldrei að skipta lið. Það var líf og fjör á samkaupsmótinu í körfubolta yngri flokka. Yfir 800 börn mættu á mótið sem nú var haldið í 19. sinn. Samkaupsmótið sameinar körfuboltakrafta Keflvíkinga og Njarðvíkinga og nú sem aldrei fyrr gekk allt eins og smurð vél. Í Reykjanesbæ eru mörg íþróttahús þar sem yfir 800 börn hoppuðu og skoppuðu með körfuboltan, 6 ára yngst. 19 lið mættu til leiks frá suðvesturhorninu en líka víðsvegar af landinu, allt frá Norðurlandi til Vestmannaeyja. Leikni voru yfir 300 leikir en úrslitum ekki haldið til haga. Fjörið látið duga. Var gaman? Já! Hvað heitir þetta mót? Samkaupsmótið! Hvað ætli eftir að spila meira? Já! Ætlaði að vera góður í körfu þegar þið verið stórar? Já! Þeir eru grænkladdar, við þekkjum grænabúninginn, fyrir hvað er hann? Njarðvík. Og við hverja voruð að keppa? Fjölnir. Hvernig gekk? Vel. Hvað er skemmtilegast á þessu samkaupsmóti? Kvöldvakan. Það var kvöldvaka í gær. Hvað var skemmtilegast á henni? Þegar trúðarnir og landsliðsmennirnir voru í körfubolta. Þetta er gríðarlegur fjöldi, þannig að þetta hlýtur að vera mikil skipulagning. Já, þetta er bara frábært samstarf milli deildana hérna í Keflavík og Njarðvík og þetta er náttúrulega mjög bara stór hópur sem kemur að þessu. Við gerum þetta betur. Við pröfum aftur. 1, 2 og 3.